Komið sælir og blessaðir, kæru krabbar. Ég ætla aðeins að stilla hjá mér tónlistina. Tónlistin má ekki vera of hátt stillt en ekki of lágt heldur. Ég get ráðið hljóðstyrknum á tónlistinni en veðurhamnum stjórna ég ekki. Og ég verði eiginlega bara að biðja ykkur fyrirfram afsökunar ef að lætin í veðrinu koma inn á upptökuna. Því að ég sit hérna við glugga og eins og þið kannski vitið þá gengur mikið óveður yfir landi þessa dagana og regnið og stormurinn bylur hérna á glugganum hjá mér. Mér er bara alveg nóg hérna í verstu kveðunum. Vonandi hefur það ekki áhrif á lesturinn hjá mér og ég ætla að reyna að vera nálægt mikrofóninum og tala dálítið hærra en venjulega. Ok, eins og ég segi, þið verður bara að afsaka það. Kæru krabbar, spilið sem kemur hérna fyrst upp, sem ég rek augun í, það er kista, líkkista. Kistan táknar yfirleitt að eitthvað gamalt sé að fara úr lífi okkar og að eitthvað nýtt sé að koma inn til að fylla það skarð. Og þegar ég er búin að segja það, þá verð ég að segja líka að einstaka sinnum getur kistan táknað andlát, þar sem þetta er nú líkkista, en hún gerir það sjaldnast í spilunum. Mér fannst ég verða að taka það fram. Þessi nýja byrjun eða nýja upphaf sem þessi kista boðar finnst mér vera varðandi samskipti þín og annarra manneskju eða samband einhvers konar. Þetta samband hefur verið bara mikil gjöf fyrir þig, kæri krabbi. Almættið hefur fært þér þessa manneskju og tengingin á milli ykkar hefur verið sterk og góð í gegnum tíðina. Og síðan er tvennt að ræða að annaðhvort er þetta samband núna að gliðna í sundur eða styrkjast. Og það segi ég vegna þess að hér höfum við giftingarspilið sem getur táknað bókstaflega giftingu eða skuldbindingu eða sterkt samband sem er blessað eða ákveðið af almættinu. Þú kannski veist það betur en ég, kæri krabbi, hvers kyns er með þetta samband. Sambandi gæti verið að fara úr því að vera bara óformlegt vináttusamband sem þó hefur reynst þér vel yfir í meiri skuldbindingu, það að trúlofast, flytja inn saman, opna inn á hluti sem ekki hafa verið ræddir áður og tengingin þannig styrkt því að þú styrkir sambandi og tengist manneskju þeim mun betur því meira sem að þið opnið ykkur fyrir hvort öðru eða hverjum öðrum, kæri krabbi. Þannig að þetta par er dálítið afgerandi og
Gjöfin gefur þessu svona dálítið sterkan þakklætisblæ. Það að segja að þú ert þakklátur fyrir þessa mannesku í þínu lífi og eins hún þakklát fyrir þig. En nú sem sagt komið að breytingu og það komin tími til að stíga eitthvað ákveðið skref yfir í næsta, hvað ég að segja, næstu tíðni í ykkar sambandi. Spilin eru dálítið tvíþætt, það eru smá skil hérna. Síðan komum við hér að skilaboðum sem að þú hefur áhyggjur, það að segja þú ert að senda skilaboð og hefur smá áhyggjur af því hvernig þeim verði tekið. Þetta eru skilaboð sem fara inn á heimili þar sem þú þekkir til. En einhvern veginn ertu ekki viss hvernig viðtökurnar verða og skilaboðin frá þér eru afskaplega jákvæð og þau eru á þann veg að þú vilt efla og styrkja og gera eitthvað sem að veldur því að nú er ég bara hálf stopp hérna. Hvað ég að segja? Þú ert að reyna að koma frá þér bæði miklum tilfinningum og líka ert að reyna að gefa frá þér eitthvað mikið af sjálfum þér sem að þú hefur ekki gert áður, kæri krabbi. Þetta er alveg eins og að öðlast ríkidæmi og vilja leyfa öðrum að taka þátt í því eða eignast hluta af því. Ok, þarna hvaða? Þetta tók smá á. Þetta er svona stundum, það þarf að toga hlutina upp. Það er að segja að þér finnst þú búa yfir einhvers konar upplýsingum eða líðan eða þú hefur eitthvað sem þú vilt deila með öðrum. Þetta getur verið fleiri en einn aðili þar sem að mér finnst þetta eins og sért að senda þessar upplýsingar bara eins og ég sagði áðan inn á heimili. Og á þessu heimili geta búið fleiri en einn aðili eða þetta séu mörg heimili eins og til dæmis vinahópur eða fjölskylda. Ok, ég veit þetta meikar ekki mikinn sens kannski en þetta er bara það sem kemur hér. Þetta gæti verið hreinlega boð að þú sért að bjóða fólki annarkvort að bjóða fólki að taka þátt í einhverju eins og boð í veislu eða eitthvað slíkt eða þú sért að bjóða fólki að skapa eitthvað með þér. Ok, þetta er ekki mjög skýrt en einhverju hlutar vegna hefur ágjör af því hvernig fólk muni taka þessu. Kannski vegna þess að þetta er óhefðbundið og þú hefur aldrei gert þetta áður. Ok. Þá ætla ég að tengja þetta við það sem á undan var komið og segja að auðvitað gæti þetta verið hreinlega boð í brúðkaup
Og það er það sem að boðið snýst og samt ekki það fyrsta sem kom hér upp. En einnig að því að húsið trónir hér svona fallegt, þá gæti þetta verið tengt húsnæði, kaup eða sölu eða heimboði einhvers konar. Ok, ég ætla að taka nokkuð spil í viðbót og skulum sjá aðeins betur út á hvað þetta gengur. Kannski hefur stormurinn þessi áhrif að upplýsingarnar að koma til mín í svona hálfgerðum bylgjum með svona löngum pásum á milli. Sjáum til. Ok, ertu að bjóða einhverjum að koma með þér í ferðalag, kæri krabbi? Eitthvað er ástin að stinga hérna niður rótum eða rótum. Þú kemur hér upp, það er að segja ef þú ert karlmaður sem þú sjálfur og ert hér að fara að eyða kvöldstund annaðhvort á ferðalagi eða ert að taka stutta ferð á hendur til að fara að eyða kvöldstund með, góðum vini, elskuga, manneskju sem þykir mjög vænt og þá skiptir kynið ekki máli. Það gæti tengst inn á þetta hús sem er hér líka og einnig geti þið verið að fara saman í stutt ferðalag. Það er nýtt samband eða ný staða í sambandi að fæðast hérna. Lögleg skjöl og pappírar finnst mér tákna hvort heldur sem er lögleg skuldbinding eða kaup eða sala. Þannig að þú getur þess vegna verið að gera bara allan pakkan hér, kæri krabbi, að giftast. Ég veit að sumir eitthvað bros út í annað þegar ég segi þetta. Nú eða að flytjast búferlum, kaupa eða selja húsnæði. Það þarf samvinnu á milli tveggja einstaklinga til að þetta gangi upp og þú ert boðin og búin, kæri krabbi, til að fara í hana. Og svo er hér skemmtun sem að þú þarft nú ekkert að hafa neinar áhyggjur af. Ertu að hafa áhyggjur af skemmtuninni? Kannski kanntu ekki rosalega vel við að láta koma þér á óvart. Þetta kemur nú svo sem ekkert á óvart nema að það er eitthvað kannski sem að verður óvænt partur af þessu. Þetta verður bara skemmtilegt, kæri krabbi. Engin ástæða til að hafa áhyggjur. Þú mætir bara á svæðið og hefur gaman. Það er eins og þú hafir áhyggjur að ég verð ekki nógu vel undirbúin. Maður þarf ekkert alltaf að vera undirbúin undir veislur. Oft eru óvæntustu veislurnar skemmtilegastar. Jæja, það er verið að leggja áherslu á ferðalagið aftur. Og erfiðar tilfinningar sem fylgja hérna. Vonbrigði, tafir.
það eru skilaboðin á tíðin að láta það ekki sláði út af laginu þó að allt gangi ekki alveg eftir eins og þú hefðir haldið. Þú ert allavega þér er allavega að takast það sem að þú settir þér fyrir og það er árangur í þessum málum. Það er að segja mikil og stór breyting á högum þínum, hvernig sem að þeir eru í dag, þá þarftu að búa þig undir breytingu á þeim og hún er af jákvæðum toga. Og mér finnst sko tilfinningin sem ég fæ er svona eins og spenntur krakki sem er að bíða eftir að geta opnað alla pakkana sína. Það er bara frábært, kæri krabbi. Þú mátt alveg láta þig hlakka til og það er hérna kona í lífið þínu sem er svona frekar stjórnsöm og fylgin sér, sem að þú þarft svolítið bara að hrista af þér því að við átt í erfiðum samskiptum og komin kannski til með að eiga í erfiðum samskiptum í framhaldinu. Hún kemur svona fyrir sjónir eins og stjórnsöm móðir. Gæti líka verið einhvers konar vinkona eða undir niðri vill hún vel en hún er svolítið eitthvað að reyna að stjórnast í þér og þú kannt ekki alveg að meta það, kæri krabbi. Þannig að það er hérna einhverja smá kýtur ykkar á milli. Síðasta spilið, krabbi góður, eru góðar fréttir og láttu nú bara hlakka til þess sem er að koma og ég segi eiginlega bara til hamingju með þetta allt saman. Það eru stórir áfangar framundan og þetta var allt saman eftir að ganga ljómandi vel. Gangið vel með þetta allt saman, kæri krabbi. Nú ætla ég að fara í annan lestur af öðrum toga með allt öðruvísi spilum. Ljós og kærleikur.